Hægt að hjálpa nánast öllum að hverfa af braut glæpa og ofbeldis. Þetta segir Robert Örrell sem eitt sinn aðhylltist nýnasisma. Hann hefur snúið við blaðinu og hjálpar núna öðrum að gera slíkt hið sama. Afstaða réttindafélag fanga, lögreglan, ríkið, sveitarfélög og fleiri hafa efnt til samstarfs undir heitinu Exit sem átak sem hófst í Noregi og fór þaðan til Svíþjóðar þar sem það hefur elst mjög, en það gengur út á að styðja við fanga sem ljúka afplánun og vilja hverfa frá afbrotum og ofbeldi. Robert Örrell sem á unglingsárum var í hópi nýnasista í Svíþjóð en sneri svo alveg við blaðinu og hefur leitt Exit verkefni í Svíþjóð í hátt í 30 ár, kom hingað til hans til að hjálpa til við að hleypa því á stokkunum. Hann segir verkefnið ganga út á að hjálpa viðkomandi að breyta lífi sínu. Gjarnan gangi það út á að slíta sig frá tilteknum hópum eða félagskap eða umhverfi och það hafi gefið góða raun. Ja, men som det ser ut så finns det goda resultat på många program. Det här är ett relativt nytt område så att det finns utrymme att utvidga utvärderingen av de här programmen. Men det som finns hittills visar att det finns goda resultat. Hann segir þetta vissulega flókið ferli og ekkert einfalt við það og það taki einnig langan tíma. Oft þurfi margs konar aðferðir og ólíka aðkomu. Men vad det ofta beror på i slutändan är den inre motivationen. Finns det en motivation till att förändras och det finns ett bra, ordentligt, stabilt stöd så är det möjligt att göra förändring för de flesta människorna oavsett var man kommer ifrån eller vad man har för bakgrund. Exit í notkun víða í Evrópu sem og í Bandaríkjunum og víðar. Sem kunnugt er að fréttum virðast sem ofbeldi, ekki síst vopnað, hafi aukist mikið í Svíþjóð. Robert segir ýmsar ástæður fyrir því en einkum hafi glæpahópum orðið ágengt í að fá ungt fólk til liðs við sig, fólk sem oft er með veika sjálfsmynd. Hann segir að miðað við þær upplýsingar sem hann hafi fengið ástandi hér á landi, fari ástandi versnandi og því þurfi allir að leggjast á árarnar, lögregla, stjórnvöld og fleiri, því enginn geti gert allt. Reynsla hans sýni að hægt sé að hjálpa nánast öllum ef rétti hvatinn är till staðar. Det finns en begynnande exitprogram här i Island också som jag har träffat och haft möjlighet att prata lite med här och det ska bli spännande att se hur den verksamheten utvecklas. Så har vi naturligtvis Afstada som jobbar med att hjälpa människor att lämna reintegrera ifrån fängelset, vilket är en viktig del i att förebygga fortsatt eskalering. Eygló Harðardóttir verkefnastjóri afbrotavarna hjá ríkislögreglustjóra. Nú eru þið að ýta svona verkefni úr vör hérna á Íslandi. Er mikil þörf á svona verkefni hér á landi? Já, við teljum það. Það hefur náttúrulega margt gott verið gert á undanfarna árum þegar kemur á fangelsismálunum. En ég held að við þurfum að bæta verulega úr þegar kemur að því þegar fólk sem sagt er að fara út úr þjónustu á fangelsismálstofnun. Þá til dæmis vill oft vera þannig að fólk á kannski ekki aðgengi á húsnæði, það fær ekki vinnu, endar kannski oft með að fara þá aftur í sama umhverfi áður og við teljum að við getum einfaldlega gert miklu betur. Hvernig er þetta að fá, forherta glæpamann til þess að snúa við blaðinu? Við náttúrulega erum að horfa til meðal annars eins og hvað þau hafa verið að gera á Norðurlöndunum. Hér var talað Svíþjóð hérna undan en við hefum kannski verið sérstaklega að horfa til þess eins og fyrirmynda í Danmörku og þar er verið að vinna með svona má kalla þetta kannski samþættingu eins og við þekkjum núna gagnvart börnunum að fyrir þá sem hafa framið mjög alvarleg brot og hafa tengst skipulega brotastarfsemi og hafa langan afbrotaferil og það hefur sýnt sig að þetta hefur náð árangri. Nú eru margir fangar hér á Íslandi af erlendum uppruna. Skiptir þjóðerni fangamáli? Er auðveldara fyrir fanga sem eru íslenskir uppruna að snúa við blaðinu heldur en þeir sem kannski eru með erlendan uppruna? Ég held að það hljóta að vera bara það umhverfis sem tekur á móti þér þegar þú kemur út úr fangelsunum að skipta máli. Þannig að þú ert með bakland, að þú ert með stuðning og þannig að við allan erum að horfa til þess að með exit-verkefni að þá fyrst og fremst ef þú býrð hér á Íslandi óháð því hver sem sagt hins að bakgrunninn er að þá getum við vonandi náð þróa þjónustu og úrræði og aðstoð sem gera það verkum að fólk vill ekki leita aftur í afbrot. Og það er það sem skiptir náttúrulega mestu máli. Bara það þó að væri ekki nema ein manneskja af þeim sem að koma út á hverju ári að þá getur hún valdið svo miklu skaða gagnvart sjálfu sér, gagnvart samfélaginu að ég held að það skiptir, við höfum bara séð það að það getur skilað verulega ávinningi fyrir samfélagið að gera það sem við erum að gera. Eygló Harðardóttir, þakkar kærlega fyrir komuna.